Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur innan næsta hálftímann. Og hjá mér er góður gestur, hann Rúnar Björn Herrera Þorkelsson. Velkomin Rúnar. Takk, góðan dag bara. Já, góðan daginn. Heyrðu, þú ert hérna bæði formaður málefnahóps Öryrkjabandalagsins sjálfstætt líf og svo ertu formaður NPA miðstöðvarinnar á Íslandi. Það er svona þitt helsta starf, er það ekki? Þú ert í vinnu þar, er það ekki? Já, ég er þar reglulega nokkur sinnum í viku og sinna svona ýmissi pólitík í kringum það. Einmitt. Þessi NPA miðstöð, hún er stofnuð hvenær? Það er orðin einhver ár síðan. Jú, það er sem sagt 2010 sem að NPA miðstöðin er stofnuð formlega. Já. Og já, veit ekki. Nei. Já, hún er stofnuð formlega 2010 og svo fara fyrstu NPA-samningarnir í gang. Þeir byrja svona 2012 en 2013 held ég að þá koma fyrstu NPA-samningarnir inn í NPA-miðstöðina. Já. Og já, þannig að það voru 2 ár í undirbúningar áður við fórum að sinna eiginlegri umsýslu. Og NPA stendur fyrir notendastýrð persónuleg aðstoð. Já. Og hvernig, segðu okkur aðeins frá muninum á þessu eins og þetta var fyrir áður en við fórum að heyra þetta orð NPA. Hvernig var fatlað fólk að pluma sig? Ég meina, var það að fá almennilega aðstoð eða var það bara í gegnum einhverjar aðrar brautir eða hver er breytingin? Það náttúrulega er fjöldinn allur af fólki enn þann dag í dag að fá náttúrulega þjónustu frá sveitarfélögunum sem ekki er NPA og er held ég ennþá í dag mjög keimlík því sem að tíðkaðist áður fyrr. Sem við köllum svona hefðbundna þjónustukerfið. Og ef ég svona lýsi minni reynslu af þessu hefðbundna þjónustukerfi að þá var sú þjónusta sem sagt þannig að það er þá einhver svona fjöldi af fólki sem er að aðstoða að sinna fjölda fatlaðs fólks. Og það er þá kannski eins og ef ég tek sem dæmi með mig, ég taldi svona frá félagsþjónustunni þá taldi ég í nokkra mánuði þá tók ég saman hversu margir voru að koma til mín og það voru svona upp undir 25 manns sem voru að koma og aðstoða mig í hverju mánuði. Wow. Sumir voru kannski að koma nokkuð oft en aðrir voru kannski að koma bara einu sinni í mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þegar það svoleiðis þjónusta sem eru svona margir að koma svo er þetta fólk að fara til kannski 10-20 manns og aðstoða. Þannig að það sem er mikill munur bara út af þessum fjölda þar að það er að fólk lærir ekki svona eins innilega á mann. Nei. Það lærir ekki á þínar þarfir eitthvað sérstaklega endilega. Ekki eins vel og NPA og svoleiðis. Og svo náttúrulega sú þjónusta miklu meira eða algjörlega jafnvel og var algjörlega bundin við heimilið. Þannig að ef ég vil fá aðstoð þá þurfti ég að vera heima. Ekki einhvers staðar annars staðar. En núna þegar ég er með NPA þá þjónustan fylgir mér bara. Aðstofa fólk mitt, það fylgir mér bara þangað sem ég fer. Já, þannig að þú getur farið í vinnuna eða farið á kaffihús. Núna er ég staddur í NPA-miðstöðinni og aðstofamaður minn, hann er bara í næsta herbergi við mig. Og ef ég fer
að heimsækja ömmu á Akureyri, þá kemur hann bara með mér þangað. Ef ég fer ferðalag til Spánar eða eitthvað, þá kemur hann bara með mér þangað. Þannig að þjónustan fylgir einstaklingnum og ég sem sagt skipulegg þjónustuna sjálfur, hvenær og hvað ég vil gera. Áður fyrr þá þurfti ég að fara í bað alltaf kl. 8 á morgnana, hvort sem mér líkaði vel eða illa. Það er að segja, ef ég vildi fara í bað, þá þurfti ég að fara í bað á þeim tíma. En núna þá fer ég bara í bað þegar mér hentar. Akkúrat. Og yfirleitt er það á kvöldin. Því ég bara finnst þægilega að fara í bað kvöldin bara og fara svo upp í rúm að sofa eftir bað. Og sko eins og nefnilega að því, og í rauninni ekkert samt alveg hægt að tala áður og eftir, því nú þetta ennþá þannig hjá kannski bara þorra fatlaðs fólks að það fær þjónustuna heim og það svolítið svona eins og sé verið að flytja stofnun inn á heimilið, eins og lýsir þessu. Já, við köllum þetta náttúrulega stofnana þjónusta, því þetta þjónusta sem á vegum hins opinbera og eins og þú heyrir þarna, þá er notandinn látinn sveigja líf sitt að þörfum kerfisins og það eru einkenni stofnanaþjónustu. Þannig að ég man ekki alveg hver checklistin var. Það var eitthvað svona checklisti til þess að spyrja fólk hvort það býr á stofnun, en eitt af því er hvort að fólk hafi vald yfir því til dæmis hvenær það fer í bað eða hvenær það borðar, hvenær það eldar og eitthvað svoleiðis. Og ef að þú hefur ekki val það að fara í bað morgni, middag eða kvölds, þá ertu í stofnun, allavega í stofnanaþjónustu og þá er stofnunin farin að teygja sig heim til fólks. Og það er mjög skemmtilegt orð eða leiðinlegt yfir þetta sem ég vil kalla gervihnöttastofnun. Sem sagt þá er heimilið orðið gervihnöttastofnun. Þannig að þetta svona að heimilið þá svona, hvað segir maður, eins og gervihnöttur í kringum jörðina. Einhver fjarstofnun. Já, einmitt. En já, nú er náttúrulega fullt af fólki. Hvernig sko því svo er þessi samningur Sameinuðu þjóðanna sjálfstætt líf, hann náttúrulega kveður á manstu svona hvað hann felur í sér, cirka bát? Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Já. En NPA þjónustan, hún svona byggist á kröfum 19. greinarinnar sem fjallar sjálfstætt líf. Og í þeirri grein geturðu endurtekið spurninguna aftur? Já, sem sagt, hvað sem sagt, svona hvernig hægt að sækja einmitt, hvað maður að segja, hvernig NPA sprettur upp úr í rauninni kannski þessum lögum Sameinuðu þjóðarinnar Sameinuðu þjóðarinnar réttindi fatlaðs fólks. Já, sko það er náttúrulega helsta greinin þessi 19. grein sem fjallar sjálfstætt líf og í henni er gerð krafa að fatlað fólk hafi sama aðgang að þjóðfélaginu og í samningum bara yfir höfuð, sama aðgang að þjóðfélaginu og ófatlað fólk. Og í 19. greininni þá er fjallað að fatlað fólk skuli hafa aðgang að fjölbreyttum möguleikum á þjónustu. Og er þar sérstaklega nefnt þá persónuleg aðstoð eða notandastýrð persónuleg aðstoð. Á ensku kallast þetta personal assistance og þetta hefur verið misvel þýtt yfir á íslensku. En í athugasemd frá eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þar sem þeir taka 19. greinina og útskýra hana betur,
það 19 blaðsíður, þar sem að þetta útskýrt, þar fara þeir vel yfir að með personal assistance, persónulegri aðstoð, þá átt við það sem að við köllum hér á Íslandi NPA. Já. Að það notendastýrð, user-led service og þar sem að notandinn fær greiðslur og ræður í raun og veru öllu varðandi sína þjónustu sjálfur. Já, þannig stýrir þið hvað hann ætlar að setja. Það mjög skýrt frá Sameinuðu þjóðunum hvað þarf til að uppfylla 19. greinina og það að notendur eða fatlað fólk hafi valmöguleika og sérstaklega einn valmöguleika sem NPA. En líka að fólk hafi líka aðgang að náttúrulega hefðbundna þjónustukerfinu og svoleiðis, sko, ef að það það sem að fólk vill, sem að kannski einhverjir vilja, en hvort sem það þá byggt á að fólk skilji ekki eða vilji ekki bara. Já. Það náttúrulega ekkert, NPA líka heldur ekkert auðvelda leiðin. Nei, þetta náttúrulega kannski, af því þarna þú í rauninni bara svona að stýra fyrirtæki, þanniglega séð þetta ekki? Já, svo hálfpartinn, kannski alveg. Nei, af því að ég með umsýsluna hjá NPA-miðstöðinni, þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur af svona fjármála og launamálunum, ekki svona í detail, en ég þarf og við viljum að fatlaði einstaklingurinn, að notandinn sjálfur sé sá sem við stjórnina, og þá rosalega mikilvægt að það sé ég sem að auglýsa eftir aðstoð fólki. Ég að taka viðtölin, ég að búa til vaktaplönin, því að ég yfirmaðurinn. Nákvæmlega. Það ég sem stjórna, þetta notendastýrt og það rosalega mikilvægt hjá okkur í okkar hugmyndafræði að notandinn sé við stjórnvölinn og þess vegna sko tekur NPA-miðstöðin aldrei stjórnina á lífi fólks. Nei, akkurat. NPA-miðstöðin mun aldrei verða útvega fólki, aðstoða fólk eða búa til vaktaplan fyrir þig eða eitthvað svoleiðis. Heldur bara að vera þér innan handar þá í rauninni. Já, en hins vegar þá NPA-miðstöðin einmitt innan handar ef fólk þarf aðstoð við fólk getur komið og haldið viðtöl í höfuðstofunum okkar eða við getum komið til þeirra, við hjálpum þeim við að semja auglýsingar og taka atvinnuviðtöl og búa til vaktaplön og allt þetta. Við hjálpum fólki við þetta en við gerum það ekki fyrir fólk. Af því að ef leið og við myndum byrja að taka að okkur þetta, þá væri svo mikil hætta á að við myndum bara taka allt til okkar og þá erum við bara orðin sama stofnunin og fólkið var að flýja í fyrsta. Já, akkurat, nákvæmlega. Hvað segðu mér, hvað eru komnir margir NPA-samningar núna á Íslandi? Og ég held að ég ekki með alveg nýjustu upplýsingar en ég held að við séum einhvers staðar í kringum 100 NPA-samninga á landsvísu. Af þeim eru 50 hjá NPA-miðstöðinni. Svo getur fólk þegar þú segir hjá NPA-miðstöðinni en svo getur líka fólk verið bara á einn vegum bara einhvers staðar í bæ og ekkert fengið stuðning frá ykkur eða hvernig? Já, fólk hefur valið náttúrulega umsýsluaðila en NPA-miðstöðin bara einn af umsýsluaðilunum. Ég held að ég veit samt ekki til þess að sé neinn annar umsýsluaðili sem með umsýslu fyrir marga. Já, en ég veit að sumir einstaklingar eru með svona umsýsluaðila sem bara með þá einn aðila. Það þá bara einhver svona, fólk hefur stofnað einhvern svona rekstur utan umsýsluna hjá sér. Já. En hvað eins og núna, ég sá einmitt að fylgist með þér á Facebook, ég sá þú deildir daginn einmitt viðtali sem ég sá hafði einmitt séð líka í einhverju blaðinu þar sem að ungur maður að kvarta undan því að fá ekki samþykkt NPA-samning
og að lýsa sko álaginu á fjölskylduna sína, bara Já. foreldra sína, og þetta fullorðinn maður sem ennþá bara einhvern veginn háður foreldrum sínum, sem reyndar á við náttúrulega mjög marga öryrkja. Fjárhagslega, ef ekki bara fjárhagslega, þá oft bara einmitt í bara physical aðstoð og viðveru og annað. Þannig að það er og ég meina, ríkisstjórnin hefur verið treg til þess að samþykkja nægilega mikið af NPA-samningum, ekki satt? Sko, þetta er svona svolítið flókið þannig. Sko, árið 2018 þá voru samþykkt í apríl árið 2018 þá voru samþykkt ný þjónustulög við fatlað fólk, og í þeim er notendastýrð persónuleg aðstoð lögfest sem réttur. Fatlað fólk á rétt á þjónustu samkvæmt lögunum og ein af þessum þjónustu er NPA og fatlað fólk á rétt á NPA. Þannig að það er skýrt í lögunum að fatlað fólk á rétt á þjónustu og á rétt á NPA, vali það að velja NPA sem þá þjónustu. En hins vegar að þá hafa sveitarfélögin verið mjög treg við það að viðurkenna þennan rétt, sem að við hins vegar hjá NPA-miðstöðinni og Öryrkjabandalaginu og fleiri, Þroskahjálp og fleiri, og bara fjöldinn allur af félögum teljum og erum alveg á því að rétturinn er fatlaðs fólks á þjónustu. En sveitarfélögin, fjármögnun þjónustunnar er þannig í dag að sveitarfélögin borga 75% af þessu og ríkið 25%. Og það er í bráðabirgðaákvæði í lögunum er tekið fram að ríkið komi inn í einhverja cirka 100 samninga núna. Og sveitarfélögin hafa viljað taka þessa tölu sem kvóta, en við hins vegar teljum að það sé bara standist ekki, af því það er í raun og veru, það er talað það í lögunum að þetta sé réttindi og við eigum rétt á bara þessari þjónustu og sveitarfélögin eiga að greiða fyrir þessa þjónustu og þau bera ábyrgð. Það er hvergi talað það að þau megi skjóta sér undan þeirri ábyrgð ef að ríkið kemur ekki til móts við þessi 25% sem er ekkert í lögunum. Það er bara eitthvað svona samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga. En þau hafa takmarkað samningafjölda við framlög ríkisins og ríkið hefur verið tregt til þess að leggja inn meira heldur en þessa áætlun. Og í raun og veru segir ríkið bara að sveitarfélögin mega að gera fleiri samninga, en sveitarfélögin segja svo að þau skýla sér bak við þessa fjöldasamninga. Þannig að þetta er svona, þarna er búið að gera einhverja svona óeðlilega stjórnsýslu hindrun á réttindum fatlaðs fólks sem á bara eftir að reyna á fyrir dómum og er mjög vont og á eftir að koma bara fram betur fram að þetta er þarna ólögleg framkvæmd. Það er ekki í lagi að takmarka mannréttindi fatlaðs fólks við einhver svona smáatriði í... Þetta er svo glata. Þarna er sko bara sveitarfélögin og ríkið í einhverju snjóboltastríði og á meðan gerist ekkert. Já, og ef að fólk hugsar að þarna sé þetta mannréttindi, því að þetta er skýrt, þetta er samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, hann er mannréttindasamningur og það er pósitíft tekið fram að NPA skuli vera eitthvað sem að fatlað fólk hafi aðgang að.
og að það skuli vera eiginlegur kvóti á Mannréttindum, já, það að bara þá rosalegt. getur fólk hugsað sér það að svona, ef maður á að fara þangað, ef að sakamál væru rannsökuð eftir kvótum, Mjög góð ef líking. það væri alvarleg sem sagt, sakamál, segjum að það eru mjög fá skipti sem eru morð framin á Íslandi, ef að lögreglan mætti ekki rannsaka nema visst mörg morð á ári. Það myndi fólk ekki sætta sig við. Nei, nákvæmlega. Þannig að og ef það mættu bara visst margir kjósa á ári, það væri bara budget fyrir 100.000 atkvæði í kosningu. Þetta bara, já, ég meina þetta. Myndi fólk bara sætta sig við það. Þú verður bara að fara á biðlista, þú kýst bara næsta ári. Ef það verður til fjármagn, eða svo til dæmis varðandi skóla hjá börnum, grunnskóla. Þú myndir flytja í sveitarfélag og sveitarfélagi myndi bara, það er bara, þú verður bara að athuga næsta ári hvort að barnið komast í skóla þá, það er kannski ekki, við vitum það ekki. Það fer eftir í hvort að ríkið komið til móts við okkur. En svo er það er líka þannig að það ekki, að það er, ég talaði við fólk daginn sem út af máli sem MS-kona var búin að vera inn á Landspítalanum lengi af því að hún fékk þann úrskurð, hún veiktist fyrir inn á Landspítalan, fær þann úrskurð að hún þurfi meiri þjónustu heldur en þá sem veitt heim og og sveitarfélagið einhvern veginn, svo einhvern veginn var lendingin svo að hún ætti bara að fara inn á hjúkrunarheimili. Og þá komst hún ekki inn á hjúkrunarheimilið, þannig að áfram var hún bara að beið þarna og ég var að tala við manninn hennar og formann MS-félagsins og Parkinsonfélagsins sem voru að vinna í þessu og ég spurði þeim út af hverju það hefði ekki verið íhugað að sækja NPA fyrir hana og þá sagði maðurinn hennar að það hefði einhvern veginn þeim hefði það ekki staðið til boða heldur af því að það sé bara eitthvað einu svona ári eða eitthvað svona. Já, þetta er einmitt það sem eitt af því sem við mótmæltum harðlega fyrir nokkru síðan að þá var verið einmitt að opna fyrir þennan möguleika að fatlað fólk undir 67 ára aldri fengi að öldrunarstofnanir eru verið opnaðar fyrir fólki undir 67 ára aldri. Það sem við vorum vildum fá að vita, hver er raunverulega þörfin? Er raunverulega fólk að sækja og sækjast eftir því að fara inn á þessar stofnanir sem að hefur fengið aðra möguleika? Við viljum að fólk fái hinn möguleikann, en hins vegar að þá segja sveitarfélögin og þau fara fram á að það sé opna af því að það sé svo mikil eftirspurn eftir þessu. En ítrekkað þá höfum við séð þetta að við erum að heyra að fólk sem er að sækja að fara inn í þessa þjónustu, þeim hefur bara verið kynnt þessi möguleiki. Já, þeim hefur ekki verið kynnt það að þau eigi rétt á NPA og þau ættu að geta fengið NPA. Þeim bara kynnt þessi öldrunarstofnun og það sé eina leiðin fyrir þau á þjónustu og þá er þetta bara uppblásin þörf. Það er fólk, sveitarfélögin eru bara að stýra fólki inn í þetta af því að það er svona einhvern veginn, þá eru sveitarfélögin svolítið að því að ríkið er að sjá þjóðþjónustu, þá eru sveitarfélögin svolítið bara að losna við fólk frá sér. Það
Þetta mjög... Þarna í þessu tilfelli var enda Landspítalinn held ég frekar heldur en sveitarfélagið. Já. En það sama. Sko, bara ef við tökum sko, eins og sjúkrahús sem með einstakling sem að mænuskaddast til dæmis, tökum það. Eða einhvern sem fær einhvern svona hrörnunarsjúkdóm og sem hrörnar hratt, hvort sem það MS eða MND eða hvað sem það getur verið. Svo getur það verið heilablóðföll eða heilaskaði líka. En það sem að kannski kemur inn svona föllin sem kemur svona inn tiltölulega snöggt og sjúkrahúsið tekur við einstakling og þar fer í gang kannski einhver endurhæfing sem tekur kannski hálft ár eða 1 ár eða ég veit það ekki. Og hvað svo? Á svo einstaklingurinn að fara á biðlista eftir NPA sem óendanlegur og enginn veit hvenær hann fær þjónustu og enginn veit hvenær hann getur þó útskrifast af sjúkrahúsinu. Þarna það rosalega vont að sjúkrahúsið skuli horfa á það bara hvað fljótlegasta leiðin til að losna við fólk. Nú auðvitað það öldrunarstofnunin. Það bara langöfugasta leiðin sem samt alveg að vera komin bara með hraðbrautin á einhverja aðra stofnun. Já, sem samt sko því svo fekk hún heldur ekkert inn á hana, þannig að þú veist, hún bara strand í kerfinu, strandaglópa í kerfinu. Við erum allavega búin að taka eftir þessu að sveitarfélögin virðast vera ekki að kynna fólk fyrir og því að það sé möguleiki og jafnvel að stýra fólki frá því að sækja og að hafna fólki NPA af því að sko, það sé ekki til mótframlag frá ríkinu. Akkúrat. Ætti ríkið að vera að greiða meira á móti sveitarfélögunum, finnst þér? Sko, ég bara hef ekki upplýsingar almennilega til að taka afstöðu í því hvort að ríkið ætti að vera að greiða meira eða ekki eða minna. Sveitarfélögin hafa talað það lengi vel að ríkið ætti að greiða meira í NPA-samninga en mér að vitandi þá hafa þeir aldrei geta framreitt gögn sem sýna fram á það í raun og veru. Akkúrat. Þannig að þess vegna get ég ekki stutt þá kröfu. En leið og þeir myndu sýna fram á það, þá getur maður kannski stutt það. En allavega eins og þá hafa sveitarfélögin ekki verið að standa sig. Og það mjög vont að þau, eins og þau hafa verið að framkvæma þetta, að beina fólki frá því að sækja. Ég með fjölmörg dæmi það að fólki hefur verið bara sagt það þýði ekkert að sækja NPA af því að, þú veist, bla bla. Út af þessu stríði, já. Og svo ef að fólk svo sjálfstætt að sækja NPA, að þá jafnvel fólki bara neitað NPA af því að það ekki til mótframlag frá ríkinu. Og það sem að þetta mjög alvarlegt, að þarna sko, svona eitt sem að Reykjavíkurborg gerði sem að ég held að sé svona jákvæðara en þetta, það að Reykjavíkurborg sagði þó allavega já en nei. Þannig að Reykjavíkurborg setti fólk allavega á biðlista. Já, einmitt. Og þá til biðlisti og þá til einhver gögn sem að hægt að senda á ríkið að þarna einhver fjöldi sem að að bíða. En í mörgum öðrum sveitarfélögum þá hefur fólki verið, eins og ég segi, vísað frá því að sækjum og jafnvel neitað. Og ef fólk fær nei, þá fólk ekkert á biðlista. Ef fólk sækir ekki þá engin biðlisti. Þannig að þetta held ég sé einna helstu. Það skiptir svolítið máli að fólk sæki frekar en ekki. Ekki láta sig veklast frá bara. Fólk verður að sækja af því ef þú sækir ekki þá veit enginn að þú sést að bíða. Nei, nákvæmlega. Þetta eru góð lokaorð. Svona alveg að endingu, ertu bjartsýnn á að þetta náist
að verða svona smúð kerfi innan tíðar? Já, okkar kerfi alveg með marga góða kosti hérna á Íslandi. Við duttum í aðeins í svona suma hluti eins og Norðmennirnir að setja þetta á sveitarfélögin og svona spurning. Norðmennirnir að skoða, skilst mér að færa þetta til ríkisins algjörlega, NPA. Og mér finnst alveg spennandi að skoða það, hvernig það fer hjá þeim. Þetta vissulega flókið hérna að færa mannréttindi og framkvæmd þeirra svona niður til local levels og það leyfi svona tveimur aðilum að vera að rífast fjármögnun og meðan þá fatlað fólk sem að líður. Þannig að það væri best að þetta væri annaðhvort og verða bara sveitarfélögin að framkvæma þessa þjónustu eða þó að ríkið tekur það að sér. Það verður bara svona komið í ljós næstu árum, en við teljum að rétturinn sé okkar og við verðum bara að bíða eftir að þetta fari til dómstóla. Ásamt fjölmörgum öðrum svona álitaefnum. En ég held að við séum alltaf á réttri leið allavega hérna. Og við erum heppin hérna á Íslandi, við erum með gott kerfi. Ég hef svona farið víða heim og verið í miklu samskiptum við fólk víðsvegar og við erum alveg framalega hérna á Íslandi og við verðum að vita af því líka. Og við eigum líka bara að vera fremst, við eigum að vera fyrirmynd, við eigum ekki að vera í 5. sæti. Nei, við eigum ekki að gefa einhvern afslátt. Og við eigum að skara fram úr. Akkúrat, sammála. Heyrðu, látum þetta vera lokaorðin. Takk kærlega fyrir þetta. Allt í lagi, takk sömuleiðis. Og takk ykkur áhorfið, kæru áhorfendur, og ég minni á Facebook síðan okkar Öryrkjaráðið. Takk.